Góðan daginn og velkomin í þátt númer 122 hér á YouTube-brásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handavinna óð. Í dag er mánudagurinn 18. október og klukkan er eitthvað 12 eða 1 eða eitthvað svoleiðis. Ég er svona frekar í seinni kantinum en ég er búin að vera eiginlega bara veik í viku og ákvað í morgun að fara út á hjóla og sjá hvernig ég stæði. Því ég er búin að vera hitalaus, bara með ógeðslegt kvef og það gekk vel en ég þurfti góðan tíma til að jafna mig eftir það. Já, og svo þurfti ég að sofa út í morgun því fyrir nótt þá var Valdís yngsta hjá okkur með sama kvef og þurfti að vakna nokkru sinnum yfir nóttina til þess að losa sig við slím og þannig að ég þurfti að vinna upp svefn líka. Og já, þannig að ég er hérna svona aðeins seinna á ferðinni en venjulega en ég held að það skipti nú engan neinu sérstöku máli. Og ég ákvað líka að vera búin að fara í pósthúsið áður en ég tæki upp af því að það var smá sending að koma. Nú en mig er að finna á Instagram og Ravelli sem Helga A71 og svo er ég með like síðu á Facebook. Verkefnatöskur Helgu / sokkasnákar Helgu. Það er orðið fátt fína drætti þar en samt eitthvað aðeins þannig að endilega kíkið ef þið viljið byrgja ykkur upp af snákum fyrir til dæmis jólagjafir og það eru nokkrar búin að nýta sér það. Þá þarf bara að setja stroff, hæl og tá á snákin og í stærri snákunum þá er alveg hægt að ná 2 pörum úr lengjunni. Ég sendi mig þá bara skilaboð í gegnum like síðuna ef þið hafið áhuga á að skoða það eitthvað frekar. Og þetta er allt í albúmum þar inn á síðunni, merkt eftir stærðum, eða uppfits lykkjufjölda, 54, 64 og 72 lykkjur. Og svo er sértaska séralbúm undir þessar held ég 4 töskur sem eru eftir. Nú, annars er það bara þetta hefðbundna, klárverki, vinnslu, hvað á döfinni og hvað datt í pokan og þess áttar. En eins og það segir, þá er ég bara búin að vera líka í kvefi og svona bara búin að gera það sem að ég allra nauðsynlegast þurfti að gera. Það eru komin formleg verklok á húsinu. Það er búið að klára að setja upp þær rennur sem átt eftir að setja og já, loksins þarf maður ekki að láta sig bregða við það að einhver sé í spjóti eða upp á pöllum eða eitthvað utan á húsinu. Og nonni bróðir minn var að keyra fram hjá, bara tjekka á hann. Já, þannig að það er mjög góð tilfinning og við erum bara komin í gott frí frá framkvæmdum. Nú er bara að safna fyrir svölum sem við létum brjóta niður á síðasta ári og láta græja það. En það er ekki á næstunni í bili. Ég held að næsta sumar verði bara svona stór framkvæmdalaust. Við höfum eftir að mála einn vegg á bílskúr sem að nágranna á en snýr inn í garðinn hjá okkur og ætlum að gera hann að eitthvað svona fallegum blómavegg jafnvel eða eitthvað svoleiðis, gera eitthvað, fá okkur á svona eitthvað líflegt af því við erum ekki með beð eða blóm eða neitt svona hefðbundið í garðinum. Nenni ekki á meðan það eru börn sem að þurfa að fá útrás þar að hlaupa og sparka bolta og svoleiðis. Þannig að þetta er bara geggjað. Og við erum búin að endurheimta bílskúrinn sem að mér finnst æði. Hann er eiginlega búin að vera meira í notkun hjá iðnaðarmönnum heldur en okkur síðan við fluttum hingað. Nú, en klárin eru þau að ég eins og flestum grunar og margir vita hef verið að pröfuprjóna M-kallið hjá Stíðan Vest og er vægast sagt ánægð með útkomuna og ég var með Undercover Otter garnið
sem 60% Superwash merino, 20% silki og 20% jakk. Og það geggjagall. Þegar það silki þá kemur svo mikið svona þyngd í gatni þannig að það verður svo, það leggst svo fallega og jakki náttúrulega grá ull þannig að litirnir verða allir svo juicy og ég get náttúrulega sýnt ykkur litina því þeir allir komnir fram í, koma allir fram í fyrstu umferð og þeir eru með þess að sko bjartari á skjánum heldur en þeir eru. Þeir eru svona aðeins mettaðir út af jakkinu. Þeir eru svona, já, það er svona aðeins mildar litin. Og þetta náttúrulega alls ekki mín persónulega litapaletta en algjörlega gorgeous litir. Og já. Og bara geggjað að vinna með þetta gatn og geggjað að vinna þetta verkefni og þannig að það sérst, búið að minni hálfu en ég náttúrulega vil ekkert sýna ykkur að tala neitt frekar það fyrir en að það allt búið. Það er komin út Clue númer 2 og svo, já, þá bara eftir 3 og 4 og þá þetta komið. Þannig að líklega næst þegar ég tek upp, þá getur bara sýnt ykkur herleg heitin. En svo var ég að gera jólasokkapar úr síðasta snáknum sem ég var með uppsettan á nál. Og það 2020 advent litirnir frá The Cozy Knitter í Kanada og ég setti bara svona jólagrænan í hæltá og stroff og þetta bara allt náttúrulega eftir á ég settur hæll og tá og stroffið. Þetta 54 að likki uppfytt og bara þau beinustu leið svo á eftir. Ég tók fram sokkabóksið með jólasokkunum og sá þá að ég á 2 pör af sama, það var frá Hexex en það er alltaf leið, það er grænt grænt á öðru parinu og ljósgrátt á hinu. En annars ég komin með 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 stykki og á nú eftir að vinna eitthvað meira. Þetta ekki held ég allt sem ég á, ég held að það sé á fleiri rúllum svona inn á milli. En á ég stykki sem að verður að 2 pörum. Þetta sem ég gerði á sokkaprjónavélinni, stroffið á sokkaprjónavélinni. Þannig ég á bara eftir að setja hæl og tá á þetta par og hitt verður svo bara hefðbundið. En þarna þá númer 16 og 17, eða 16, ég láti nú ekki Helga bara fá hitt parið. Svo hérna er einn jólalitur og restin af því. Þetta getur örugglega orðið svona lágir sokkar á annarkvort okkar. Það þá númer 17, 18, 19, 20 og 1 og 22 og ég á pottþétt 23 og 24 og meira til. Þannig ég alveg coveruð með, ætli ég endi ekki í 31 allavega fyrst ég komin þetta af stað og já, nú fer ég að dunda mig við að þræða þessa snáka upp á
alla prjónana mína sem ég á í 221 og hérna í þessum póka líka bara allt sem ég nota í stroff, hæl og tá á svona jólalegri litum. Þannig að þetta allt bara hérna onni saman og ég mun sjálfsagt fara í það að græja þetta á eftir. Þannig að þá ég búin að sýna ykkur hérna sokka klárið og rúmlega það. Fór svona aðeins víðan völl með það. Síðan það hérna Salix settið sem ég var að byrja á í síðustu viku. Fyrir hana Valdísi sem að verður hluta afmælisgjöfin hennar og hérna ég á eftir að setja eina tölu aftan á peysuna en að öðru leyti þetta tilbúið. Ég var bara að láta þvo þetta og þurrka. Orginal, þetta sérst bara Salix á Ravelli, S-A-L-I-X, ég man ekki hvað hönnurinn heitir. Ég held að orginal útgáfan sé norsk og svo þetta þýtt yfir á ensku og það svona frekar iffy þýðingin. Ég þurfti að bara spreyta mig á norskunni til þess að fá ákveðna hluti til þess að ganga upp. Þannig að ég myndi ekki segja að þetta sé eitthvað sérstaklega byrjandavænt. Aðalega út af þýðingunni. Ég þurfti bara sem betur fyrir hef ég gert brækur á börn áður, annars hefði ég verið í algjöru vesinni hérna með upphækkunina. Hún einhvern veginn, henni stillt vittlaust upp í þýðingunni. Og það svona reimað og það alls staðar svona takka brot á þessu og allt saumað saman eða sérst lokað á alls staðar það sem uppfyll eða affelling, þar þetta takka dæmi. Þannig að ég átti að finna eitthvað sæta tölu og þetta 12 til 18 mánaða og ég pantaði frá prjónaklúbnum Lilli Lerke sem var meðal annars gat sem að gefa upp í uppskriftina. Ég pantaði eina aukadokku og þetta hún og það ekki arða eftir að, gatni af þessu. Þannig að þetta var ógeðislega tæft en það hafðist. Afsakið og ég mögulega bara smelli í húfu til þess að hérna fullnýta garnið. Þannig að það var svona ásakið, alveg á mörkunum að þetta gengi upp. En það gerði það og það bara geggjað, mann að fullklára svona garnið en ég kaupi alltaf eina auka en ég þarf að vera duglegri að nota þessa einu auka. Eins og núna ætla ég bara að skella í húfu eitthvað sem, eða hárbanda, eitthvað sem gengur vel með þessu munstri, eða ég vil bara nota þetta munstur, ég þarf bara að finna góða grunnhúfu uppskrift til þess að gera. Og þá þetta klárinn og þá það verk í vinnslu og það var eins og ég sagði þaðan að það að græja fleiri snáka, þannig ég ekkert að sýna ykkur það aftur. Svo ég búin að datt ég í hérna Dúllu Hekla þegar ég var að passa Valdísi hérna helgina, þá gisti ég heima hjá henni með hana af því að hundarnir voru þar líka, ég nefndi ekki að fá að hinga. Og datt svolítið í að hérna vinna upp fullt af svona litlum hespum sem ég á til og afgangurinn á þeim fer svo í nýjan hlykil sem að fer svo í afganga hjónarúms heklaða teppi sem ég hef ekki dunni í og ekkert að fara að sýna ykkur. Svo var ég að bleita hérna dúllurnar og strekkja þær á fína strekkborðinu sem ég fekk hjá henni Sveinu í Garnigangi á Akureyri og í rauninni mun ég slaka þessum pinna úr þegar þetta fer svona að koma meiri þurrkur í þetta
að ég ætla bara að hafa þetta alveg ferhint, en það svo sem alltaf lagi þó að vera eitthvað smá tós hérna. Svo eftir að koma kantur utan yfir alla dúlurnar áður ég setja þær svo saman. Og þetta eru 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24 eða 5 dúllur hérna. Og svo gatn ég nokkrar viðbót þarna í pokanum. Og hérna, og svo á ég nóg af alls konar afgöngum til þess að halda áfram með það. Ég að nota 3,5 mm heklunáli í þetta. Ég fytja bara upp á 5 loftlykkjum, gerir hring og svo þetta bara ofboðslega basic. Enda með því að það sé 8 hérna svona stöðla gæjar hangandi saman. Alltaf 2 loftlykkjur í horninu og svo 8. Enda þegar ég kom með 8 og hérna og það passar mátulega fyrir þessa grófari típu af fingering sem er mikið í þessum sem að ég á af. En ég líka alveg að gera fínt úr fínna en ég var bara að passa upp á að þetta dygði fyrir grófara því það fara fleiri metrar í það heldur en eða það eru færri metrar í hespunni heldur en af þegar það er svona aðeins fínna fingering. Það er allt, ég er búin að vinna það allt saman upp. Það er bara smottir í eftir hérna onni. Þannig að þegar það er búið þá fer ég að setja fleiri í og held bara áfram að gera þessar dúllur bara en fer nú svona að fara að íhuga því að setja utan þær. Ég ákvað. Ég er búin að vera með voða mikið af gatninu í kössum, þannig að í svona lokuðum boxum hérna í, sjá ég glitta í hérna hilluna. Ekki svona í kössum. Og ég ákvað núna í morgun að bara taka þetta allt upp úr svo að þetta sjáanlegt. Svo ég geti verslað meira við sjálfa mig og nýtt betur það sem til er. Og það sem ég ætla að nota í kringum teppið, ætla ég að nota sem er eitthvað mjög svona aðgengilegt gafn eins og frá Drops eða Holst eða eitthvað svoleiðis til þess að hérna það sé auðvelt að bæta við. Já, líka til dæmis svona fullt af svona ekki alveg hvítri flóru, svona ólituðum hvítum. Það getur alveg komið til greina. Þannig að ég það bara svona að skoða það. Hvað á hverju. Þannig að það er bara mjög næs verkefni og ég er eiginlega bara svona í svolítið teppastuði, nenni ekki að hugsa mikið. Ég held að það sé líka kvefið, veldur því að fókusun er ekki alveg upp á 10. Og svo var ég nú byrjuð hérna einmitt á svona hekluðu teppi líka sem ég er að nota fingringarnir mitt í sem er ný típa af einhverju hekli í hverri umferð og ég ætla að halda áfram með það. Ég hef bara einhvern veginn ekki nennt að setjast hérna inn síðustu dagana til þess að vinna í því en ætla að fara að rífa mig í gang með það. En nei, teppið. Ekki, maður hættir ekkert að geispa þó maður þá sé langt leið á daginn. Já, ég er með alveg bara, mjög duglega alltaf að safna uppskriftum inn á rafverli í innkaupakörfunni hjá mér og sé svo til bara þegar að því kemur og mér langar til þess að fara að fitja upp á eitthvað alveg nýju þá skoða ég hvað þar og ég skoða hvað ég á í bókasafninu mínu þar, skoða bækurnar mínar og talandi um bækur þá var ég að panta mér nýju Lopi 41, mér fannst ég verða að eignast hana. Dóttir mín var nú alveg bara, mamma, hvort er alltaf að kaupa þessu prjónubækur svo gerir aldrei neitt úr þeim. Ég sagði, jú, ég geri alltaf eitthvað úr þeim.
eitthvað eitt til þess að réttlæta kaupin, en það alls ekki þar með sagt að það gerist strax og ég fæ inn í hendurnar. Það getur alveg liðið góð tími, sko. Það líka bara allt í lagi. Þetta bara fallegt borðskraut. Og svona gott að fá innblástur og allt svoleiðis. Þannig að hún getur ekkert verið að nöldra því. Ég held að hún sé aðalega fúlið við að hann langar svo ógeðslega að prjóna eitthvað geðveikislega flókna peysu upp á kompi-lompi sem ekki þýtt og ég ekki, þú veist, ekki að fara að aðstoða eitthvað í að prjóna eitthvað á tungumál sem ég ekki 100% í sjálf. Það eitthvað sem að ég myndi gera bara í ró og næði en ekki, þú veist, að gera það með eitthvað annan óvannan prjónar með mér í þessu. Talandum geisperi. Ég fekk mér í afmælisgjöf þyngingarsæng inn á rúm.is. Ég ætla bara stökkva snöggvast í það. Fyrir mig þetta bara game changer. Ég skal segja ykkur það. Þetta ég hálf flissaði. Ég svaf ekki rosa vel fyrstu nóttina og var svona leið hálf asnalega þegar ég fór undir sængina fyrst og svoleiðis, en svo þetta bara búið að fara verða alltaf betra og betra. Og maður minn svaf núna aðfram sunnudags undir henni því að við Valdinsson vorum ekki heima og hann þarf að sofa fleiri nætur af því að hann rosalega viðkvæmur í höndunum, hann sem með liðagigt og hann þarf að reyna þetta í fleiri nætur áður en hann útilokar þetta eða ekki, en hann mjög svefnstyggur þannig að ég að vona að ef hann gefur þessu tækifæri og þetta fer að hjálpa honum að hann fái sér þá líka svona minnst þetta æði. Ég ekki, þú veist, ég ekki kafn úr hita undir þessu, ég ekki fyrir úr kulda undir þessu, ég bara sef og ég glími við rosalega fótaverki út af taugaskemmdum og á oft óbúslega með að sofna þegar það einhvern veginn svona það alltaf verst á kvöldin. En ég ennþá með verkið þegar ég að leka út af undir sænginni, en ég bara slöknar ótrúlega fljótt á mér þó ég sé ekki alveg, þú veist, þó líka mér sé ekki komin í hvíld, þá einhvern veginn gerist eitthvað. Þetta bara geggjað. Ég bara vona að þetta haldi áfram af því að það eitthvað sem að við verðum öll að fá, sama hvort eitthvað sé aðeins ekki. Við verðum öll að geta sofið og fengið okkar góða og fulla svefn, ekki eitthvað svona stópult og vont og ómögulegt. Þannig að fyrir mig er þetta game changer. Ég búin að vera pæli í þessu lengi, pínur við að láta slag standa, en svo af því ég fekk pening í afmælisgjöf þá það einhvern veginn ekki eins mikið flopp ef það hefði ekki gengið. Þannig að ég mjög hamingjusöm með þetta. Nú, já, ég var búin að segja ykkur að ég á von á lopa. Ég fekk gatnið á Valdisadress frá prjónaklúbbnum og svo var Stroff núna helgina með 30% afslátt á bara öllu sínu hafurtaski og þar ákvað ég að prófa Katja Concept móherið hjá þeim. Þetta 20 grömm, 218 hjartar, 200 metrar, 67% móher, 30% polyamid og 3% ull. Og ég pantaði mér flöskugrænan, ólívugrænan og svona nature og laxableikan. 41 þessi bleiki, 11 nature, 20 þessi ólífu og 30 þessi flöskugræni. Mér finnst hann alveg sturlaður, þessi flöskugræni. Og svo fékk ég mér svona stoppara framan á prjónana. Þetta gáfulegt og til dæmis með sleift gatn á prjónunum og í prjónutösku að veðlast að geta reynt svona gæðin framan á. Ég fekk mér 4 pakka, þá get ég verið með í nokkrum prjónutöskum. Svona gæja, ég á
þessa hérna, þeir gáfu sig og fljótt, eru svona stökkir og þeir passa illa utanum þeir prjónastærðir sem ég er ekkert að nota. Sérstaklega, eða svona, já, þau eru allavega ekki henta hingað til. Og þetta er stærri típan. Þannig ég ætla að sjá hvað þessi hendur gera. Síðan, ég sagði ykkur daginn, ég er að safna mér hérna Spincycle og fyrir hluta af afmælis gjafapeningunum þá bættust 4 við safnið núna. Pantaði hjá Stephen and Penelope í síðustöku 5. daginn. Og var að sækja þér á hann. Þannig að núna í 8. 2 eins og svo er restin af sikkur tagi. Elska þetta. Ég ætla að ná í hinnar. Skoðum þetta saman. Já, hérna er Nei, byrja, hvað er ég að byrja? Það er engin eins. Geggjað. Það er bara ennþá betra. Þær eru bara mjög líkar þessa grænu. Þetta er sérst gamla settið. Ég hélt að þessar 2 væru eins en þær eru ekki eins. Þessi neðri er Deep Bump og hinn efri er The Meadow. Og síðan er það Pick Your Poison og Stay Ready, þessi brúni. Þessi 9 eru Robin's Egg, Summer Love, Salty Dog, óbúslega fallegur, og Dead Reckoning. Ég finna alveg að fara að geta gert með eitthvað dundurfagurt úr þessu. Það verður örugglega einhver Andrea Maury uppskrift, finnst það líklegt. Nú síðan pantaði ég frá Wool Warehouse, var ég að panta með bara hvítt fatbela því að það fer svo ógeðslega mikið í teppið sem ég er að gera hjónarúmið, þetta Hekla. Og í leiðinni fékk ég mér Twinkle Toes, jólalitin með sparkúl frá West Yorkshire Spinner fyrir þessi jól. Og hérna, ég verði náttúrulega bara að handprjóna þessa frá grunni þar sem að ég á ekki lengur sokkaprjónavél, en það er alltaf læg. Það verður bara gaman að endurnýja kynnin við slíkt handverk. Síðan fékk ég mér, fyrst ég var að panta á annað borð, Regia ólitað, svona fingering for ply. Ég hef aldrei prófað að lita Regia svona. Woolrich Blend. Þetta er náttúrulega súpuvors, þannig að þetta maður fara í þvottavél og svona. Þetta er mjög mjúkt, miðað við, ég hef keypt ólitað ópalgarn og það var frekar, það var mjög svona rustic. Þannig ég keypti mér 5 svona gæja til þess að leika með mér að. Ég var nefnilega að fá fullt af sítrónusýru og þá þarf maður að gæta til þess að lita. Þannig að beautiful. Já, þannig að ég er mjög ánægð með áframhaldandi afmælisgjöf. Ég held að peningur í hljóta fara styttist í hann klárast. Ég á reyndar áttir að fá mér, ég fekk hérna geggjað veski frá Helga á afmælisdaginn sjálfan frá systur og makar frá Pom Pom í London, svona hliðarveski, og svo á ég að koma mér vöðluskó og ég ætla að nota restina af afmælispenningnum í að kaupa mér vöðlur með kvensniði. Og þannig að ég ætti að gera það, en það liggur ekkert á því. Og hérna, já, þannig að þetta er komið í bili, eins og ég segi, það er ekkert sérstakt þannig á döfinni annað en að bara
dúllast í þessu sem ég á og verða svona fyrir kannski bara innblæstri héðan og þaðan. Ég hef verið undanfarið svolítið að skrifa niður og sækja og setja í innkaupakörfuna og rafverðli ef ég að horfa á eitthvað sem ég veist áhugavert hjá öðrum podcasturum, en ég svo sem ekkert að fara að gera í því ennþá. Og svo ég að sýna ykkur eitt annað listaverk sem ég var að fá mér. En þetta sérst undirskriftin hennar mömmu minnar. Þetta finnst mér algjör list, svona tattoo. Fann hana fyrir tilviljun í tiltekt af restina af dótinu hennar og sendi á tattookonuna og hún dróð þetta bara upp og gerði græja og mamma safnaði fíla og var með fílsminni og þessi fíl svolítið svona eftirmynd af síðasta fílnum sem ég gaf henni. Þannig að í staðinn fyrir að velja eitthvað flókin fíl að eftir ég fann semst undirskriftina þá vildi ég leyfa henni frekar að vera flókna partinn af fílnum. Þannig að ég rosalega ánægð að vera að koma með þetta og það var svona pínu markmið hjá mér að vera að koma með þetta áður en að vera liðið ár frá því hún lést og í gær var komið ár. Þannig að ég náði því og við systkinin og pabbi og makar okkar og börn og barnabörn. Ja, nei, engin barnabörn, það var bara jú, börnin mín og barnabörnin mín, langa og börnin hans pappa, þau og allra hinna vorum saman hjá, hittumst upp í Kirkjugarði fyrst og vorum svo saman hjá systur minni sem býr í næstu götu við mig og vorum með súpu og hætti mömmu og svona brauðtertur með fullt af aromati. Mamma var algjör, við segjum að í blóðið á henni hafi verið 50% aromat og 50% blóð, henni fannst aromat svo gott. Og alls konar gúrmekökur og áttum bara dásamlegan dag saman sem var alveg nauðsynlegt að gera og bara já, það var æðislegt. Og þannig að þar voru dóttir bróður míns, yngsta dóttir hans, hún var rosalega mikið hjá mömmu og pabba þegar hún var pínlítil og bara alveg fram eftir öllu og hún var rosalega dugleg að rækta mömmu og pabba alveg og bara, já, bara þangað til yfir lauk og náttúrulega enn að hlúa að afa sínum. Hún komin á hún orðin 19 í nóvember. Og alltaf verið alveg svona augasteinninn þeirra, barnabarnið. Og hún setti á sig fyrsta tattúið, óbúslega fallega svona flókin fíl með svona mikið af smáatriðum og á löppinni á henni og ég með minn á hendinni, þannig að við vorum að sýna okkur í gær með þetta og voru notalegt. Og Helgi að fíblast með það núna því að hendin sem að tattúið á hendin sem inn í miðjunni á hjónarúminu, þannig að hann segir alltaf að mamma sé á milli okkar. En það náttúrulega svo sem alveg bara hefur alltaf verið þannig. Mömmunar alltaf einhvern veginn, maður elskar þær mest og þær elskar mann sjálfan mest líka. Þannig að það alltaf. Og hann myndi það ekkert illa, hún fannst það bara fyndið þegar þetta rann upp fyrir honum. En já, þannig að þetta var bara svona hugljúfur dagur hjá okkur í gær og skagamenn voru óþægilega myndir á það í gær líka að lífið mjög hverfult. Það féll óvænt frá stór karakter úr bæjarlífinu í fyrradag. Þannig að það var gott að geta svona bara, þú veist, verið saman, fjölskyldan og haldið og hugað hvort annað þó að það hafi ekkert verið eitthvað þannig í gær. Það var bara gott að vera saman og bladur hitt og þetta og já, verið til. Og það svona pínu, þú veist, maður enn að komast út úr COVID-skelinni sinni, maður pínu ennþá svona, það pínu ennþá skrítið að vera innan fullt af fólki og sérstaklega það ókunnugt. Ég myndi að fara ásatíðum mánamótin og það svona pínu blendnar tilfinningar. Helgi þekkir alltaf fólki, ég þekki ekki eitt stráðan inni, þannig að það verður eitthvað. Það verður bara gaman. Og
En þetta svona allt að koma. Maður finnur að þetta bara eitthvað sem við þurfum að læra að lifa með og þetta bara nýja flensan og það ekki á okkar ábyrgð að að vera endalaust í einhverju lockdown af því að spítalinn höndlar ekki meira. Það náttúrulega bara eitthvað sem að einhverju aðrir þurfa að bregðast við og ekki vera alltaf með heilbrigðisstéttina, menntastofnanir af hvaða tagi sem og leikskólann og allt þetta óþolandi peningasvelt á þessum grunnstoðum okkar. Þetta verður bara lagast. Þetta ekki hægt. Ef við ætlum að eiga þjóð og fólk, einstaklinga sem að vilja ná árangri, vilja vinna við bestu hugsanlegar aðstæður, þá verða bara þeir sem þessu stjórna að fara að bregðast betur við. Og eins og ég nú mikið fyrir að ríkið stjórni að við séum á valdi ríkisins hvað varðar spítalinn og þess háttar, að þá ég líka rosalega hlynnt þessum einkastofnunum af því það hefur bjargað mér í mínum ferli að eiga svona mikið af mínum sérfræðingum utan sjúkrahúsanna. Ég á miklu greiðari aðgang að þeim og það brugðist mikið hraðar fyrir ef ég fæ bakslag heldur en ef ég þyrfti að fara í gegnum hina leiðina sem alveg glatað. Og við kynntumst þessu út í Englandi að við vorum bæði tryggð til þess að vera græjuð hjá einkafyrirtækjum og svo NHS og við nýttum okkur hvoru tveggja en alltaf NHS fyrir börnin af því það bara svínvirkaði. Það var ekkert, hér þetta bara í einhverju rugli, bara sorry, ég verð bara að segja það. En ég ætlaði nú bara aldrei ekkert að fara að kjafta pólitík og eitthvað svona rugli við ykkur, bara af því ég er ömurleg í pólitík og þoli ekki pólitík og mér finnst bara ósanngjarnt að við sem að eigum að vera svo rík og frábær þjóð og allt þetta erum samt bara með, allt niður okkur. Við verðum bara að vona að, það einu sem ég hef gert. Það að vona að eitthvað breytist af því að við fáum greinilega ekki að hafa rödd í því. Þannig að ég svo sem veit ekki, svo ég fara nú aftur inn á rétta slóð með að þetta sé handavinnum podcast en ekki eitthvað annað. Ég veit ekki hvað verður á prjónunum með heklunálinni næst þegar við sjáumst. 2 vikur óralangur. Eftir 2 vikur verð ég hins vegar orðin barnapía hjá henni Valdísi og þá kannski svona verður öðruvísi tími til þess að handavinnast en það verður alltaf læg. Hún sefur ennþá mikið skellan og og þá getur amma dúllast á meðan. En við sjáum bara hvað gerist þegar ég fer að fletta bókum og skoða rafverli og svona með langar svolítið að ég á fullt af eins og Baby Merino og Merino Extra Fine og eitthvað svona sem að væri bara geggja að nýta í húfur og eitthvað svona en málið að ég bara búin að prjóna svolítið yfir mig af babystöfi. Þannig að kannski verður bara til fullt af alls konar teppum úr þessum afgöngum. Ég veit það ekki, það kemur í ljós. Gatnið skemmist ekki og það étur ekkert frá mér. Þannig að það má bara chilla upp í hillu og hegða sér. En þetta orðið allt of langt og allt of mikið raus og þess má geta að vinningshafinn, hún hafði samband við mig sem vann afmælisgjöfina mína og búin að fá hana senda og afhenda og ég vona bara að hún njóti góðs af því og ég lagt til að sjá hvort að hún ger ekki eitthvað skemmtilegt úr þessu. En þangað til næst þá þakka ég bara fyrir og við sjáumst á 2 vikum liðnum.
fyrir og bless bless.